Já, góða kvöldið, kæru áhorfendur og verið velkomin á samstöðuna. Nú fyrir loftið fyrsti þáttur af leigjandanum, lífið á leigumarkaði, þar sem við ætlum að fjalla leigumarkaðinn, stöðu leigjenda, réttindabaráttu þeirra út frá víðu samhengi. Við ætlum að fara yfir sögulegt samhengi, skoða fyrirmyndir í öðrum löndum og tala hérna við bæði þá sem hafa skilning á sögulegu samhengi leigjenda á Íslandi. Og seinna í þættinum ætlum við að tala svo við aðalritara alþjóðasamtaka leigjenda. Nú leigjendasamtökin, þau voru endurreist núna nýlega í lok nóvember og hafa farið fram af fullum krafti og birt greinar og farið í viðtöl og tekið sér pláss í umræðunni og svo verður eins núna á næstunni. Nú eins og segja ætlum við að ræða hérna seinna í þættinu við Jón Rúnar Sveinsson sem fræðimaður og hefur rannsakað íslenskan húsnæðismarkað og sérstaklega stöðu leigjenda síðustu 50 árin og seinna í þættinum ætlum svo að ræða við aðalritara alþjóðasamtaka leigjenda sem heitir Annika Wolberg og hún hefur mikla reynslu af því að fylgjast með réttindabaráttu leigjenda undanfarin ár víða í heiminum og verið að samræma þá vinnu og koma þeirri vinnu fyrir innan til dæmis Evrópuþingsins. Nú eins og segi þá voru leigjendasamtökin endurreist af hópi fólks núna seint í haust og mikil vinna hefur farið fram og mikil vinna framundan og þetta allt saman í, eins og maður segir, svona í fullum gangi og verður vonandi mikið sem við munum koma í verk núna á næstunni og mikil vinna núna í burðarliðnum að halda leigjendaþing sem við áætlum að fara fram núna í lok febrúar eða byrjun mars. Þar sem við ætlum að halda stóran fund og fá til okkar gesti til þess að ræða leigumarkaðinn út frá samhengi samtímans og hvaða kraftar eru á virka á markaðinn og hvaða lausnir eru í sjónmáli. Leigjendasamtökin þau hafa sett fram 10 kröfur og þær kröfur snúa allar því að bæta hag og réttindi leigjenda. Og þær koma hérna upp og fyrsta krafa leigjendasamtakanna er svo að heimili eru grunnþörf og mannréttindi fólks. Að þau eiga ekki að vera markaðsvara eða neysluvara almennt sem mann lítur markaðslögmálum sem að ríkja öllu jöfnu. Allir eiga að hafa aðgengi að ódýru og öruggu húsnæði. Það eru svona okkar skýrustu skilaboð. Húsnæði er líka að okkar mati hluti af innviðum samfélagsins og eins og segi alls ekki markaðsvara sem á lúta lögmálum markaðsins og peningaaflana. Tryggja þarf nægt framboð á ódýru og öruggu húsnæði og með því erum við að segja að þeir aðilar sem að hafa yfir félagslegu fjármagnar þar sé að sveitarfélög, ríki, lífeyrissjóður, verkalýðsfélög eiga að koma sterkt inn á húsnæðismarkaðinn og tryggja það að það sé ríki þar jafnvægi á meðal aðila við uppbyggingu á húsnæði. Þar sé að stór hluti af húsnæði framtíðarinnar og húsnæði dagsins í dag á að vera rekið á félagslegum forsendum og með félagslegu og þolinmóðu fjármagni. Þetta eru skýrkrafa frá leigjendasamtökunum og ég held að allir leigjendur á Íslandi geti tekið undir það. Nú, íbúðarhúsnæði þarf að vera íbúðarhæft. Það líka krafa og það mikill brotalöm á þessu og lítið sem ekkert eftirlit eftir því hvernig húsnæði í boði og vegna þess hver markaðurinn í rauninni hálf svona regluveitur og lítið eftirlit þá í boði alls konar húsnæði sem við myndum alla bjóða húsdýrum upp á og þarna þarf að styrkja allt eftirlit og fylgjast með því hvað raun að vera að bjóða fólki upp á leigumarkaðnum. Við þurfum að setja þak á það hversu dýr húsaleiga getur orðið og við þurfum líka að finna út úr því hvað hæfileg húsaleiga. Það hafa verið gríðarlega mikla hækkanir á húsaleigu undanfarin 10 ár og hefur húsaleiga hækkað 100% á Íslandi á meðan húsaleigu hefur hækkað 15,3% á Evrópu á meginlandinu. Sem segir okkur það 7-föld umfram hækkun á húsaleigu umfram það sem meðaltalshækkun í Evrópu. Það segir okkur bara það ríkja allt önnur lögmál á þessu markaði hérna
og valda ójafnvægi vegna skorts á húsnæði orðin algjör og þarna eru líka búið að setja marga þröskulda fyrir fólk til þess að eignast húsnæði og rekja fullt af fólki í tugþúsundatali út á leigumarkaðinn og í gin þeirra sem að vilja hagnast á því. Og þarna viljum við setja hámark á húsaleiguverð og við erum að vinna í því leigjendasamtökin í að búa til reiknivélar og forsendur fyrir því hvernig á að reikna út sanngjarna leigu. Það þarf líka að banna hækkanir á húsaleigu umfram kostnað leigusala og þetta ber að sama brunni að það þarf að koma hér á leigubremsu sem kemur í veg fyrir að leigusalar geti hækka leigu eins og þeim þykir og setja hérna löggjöf í kringu það. Það hefur verið reynt og það fór inn frumvarp í samráðsgátt Alþingis núna seint í haust núna fyrir kosningar þar sem að tillögur leiguþak eru inni sem gott og vel en þær tölur sem voru þar inni voru algjörlega galnar á okkar mati þar sem að í rauninni var ætti að lögfesta 10% hámarkshækkun á húsaleigu á hverju einasta ári sem það sama og hefur gerst undanfarin 10 ár sem að okkar mati að sliga íslenskar fjölskyldur á leigumarkaði. Þannig að það kannski gott að þetta fór ekki gegnum þingi vegna þess að þetta algjörlega galin tala og ég vonast til þess að þeir sem hafa með þessi mál að gera endurskoði þær forsendur sem liggja þar að baki. Það þarf að hækka húsnæðisbætur til að koma til móts við íslenskar fjölskyldur á leigumarkaði til þess að gera þeim kleift að ná endum saman og geta dregið fram þá fjölskyldumynd undir þeim aðstæðum sem að fólki ber og þetta var náttúrulega helstu leigjendur. Þetta hópur fólk sem að kannski oftast tekjulágt og við þurfum að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að tryggja það að leigjendur geti búið við þau kjör að þau geti skapað sér það líf og þá framtíð og þá fjölskyldumynd sem það vill. Það ber að nota lög og reglugerðir, eftirlit, opinber framlög og skatta til að hemja húsnæðismarkaðinn. Þetta ber líka löggjafanum sjálfum og sem sagt yfirvöldum að tryggja það að hér sé gott og mikið eftirlit með leigumarkaðnum, minnstakosti á meðan að breytingarnar sem eru framöndan fara í gegn. Þá þarf að tryggja það að þetta sé haldið utan þetta frá yfirvöldum og að opinber framlög og skattar séu notað til þess að hemja fasteignamarkaðinn. Nú, að síðastu þá þarf að tryggja að hagsmunaöfl leigjenda geti unnið og geti stutt við leigjendur, geti aðstoða leigjendur í þeirra úrlausnarefnum og það markmiði leigjendasamtakanna að koma sér þannig fyrir á markaðnum, koma sér þannig fyrir hérna í umhverju leigjenda að leigjendasamtökin geti veitt leigjendum aðstoð og ráðgjöf í þeirra málum og þetta hluti af þeirri vinnu sem við höfum unnið nú þegar að afla okkur fylgilags við stofnanir í samfélaginu og þetta eitthvað sem hefur gengið bara virkilega vel og í áframhaldandi vinnu hjá okkur við að tryggja okkur það umboð sem við þurfum til þess að fara fram með svo öflugustu hætti fyrir hönd leigjenda. Nú, til þess að svona draga upp mynd af aðstöðum og umhverju leigjenda í öðrum löndum, þá höfum við verið að kíkja á hvað að gerast í kringum okkur svona til þess að fá innblástur fyrir okkar eigin starf og svona og við ætlum að kíkja þess á svona í upphafi þáttar hvernig hagsmunabarátta leigjenda fer fram í löndunum kringum okkur. Við, eins og ég sagði hérna fyrr í upphafi þá héldu leigjendasamtökin stóran fund í Breiðafjarðarbúð núna í byrjun desember þar sem við fengum til okkar í heimsókn aðila frá St. Paul í Minnesota sem höfuðborg Minnesota og fulltrúa leigjendasamtaka í Svíþjóð og fulltrúa
alþjóðasamtaka leigjenda. En leigjendasamtökin í St. Paul í Bandaríkjunum hafa barist fyrir því í töluverðan tíma að sett yrði á leiguþak í St. Paul vegna þeirra gífurlega mikilla hækkana sem hafa orðið á húsaleigu þar. Það sem að þeim var ágengt með var að þeim tókst að koma því fyrir sem kosningamáli fyrir borgarstjórnarkosningarnar í St. Paul núna seint síðastlið sumar var að yrði sett á 3% leiguþak. Þetta var að kosningamáli í borgarstjórnarkosningunum og eins og segi var kosið það og náði miklu brautargengi og leigjendasamtökin gjörsigruðu með þennan málstað. Og það hefur núna býður það úrlausnarverkefni fyrir borgarstjórn St. Paul að vinna úr því að laga löggjöfina að þessu kosningamáli. Við lítum líka aðeins til Berlín, höfuðborg Þýskalands. Þar leigjendamenning sterk og á mikla sögu, en það eins og með allt sem að vinnst í lífunum að það hafa fyrir því að viðhalda því. Og leigjendasamtökin í Berlín sem nú 3 talsins hafa barist fyrir því að undanfarin 2-3 ár að fá að kjósa þjóðnýtingu á stærstu húsaleigufélögunum í Berlín. Og það kemur til vegna þess að þessi félög hafa orðið mjög stórtæk á markaðnum, hafa eignast þúsundir íbúða og eru verðmyndandi núna orðið á húsaleigumarkaðnum í Þýskalandi og sérstaklega í Berlín. Og þetta vildu leigjendur í Berlín alls ekki sætta sig við og fóru fram með þá kröfu líkt og félagar þeirra í St. Paul í Minnesota að fá að kjósa það í þingkosningunum í Þýskalandi núna í haust hvort að borgarstjórn Berlínar fengi heimild fyrir að þjóðnýta þessi stærstu húsaleigufélög eða þau félög sem ættu yfir 3000 íbúðir. Og þetta fengu þau í gegn að það yrði gert að kosningamáli eða það yrði kosið á sama tíma og þingkosningar fóru fram og það fór þannig að 60% af þeim sem tóku afstöðu til spurningarnar samþykktu að borgarstjórn Berlínar fengi heimild til þess að þjóðnýta þessu stóru leigufélög og þar af leiðandi koma skikki á húsaleigumarkaðinn þar. Og nú býður það líka borgarstjórn Berlínar það úrlausnarefni að vinna úr því og hvernig það framfylgt, hvernig því framfylgt. En þetta var, eins og ég segi, var ávinningur sem náðist núna bara seint í haust og þannig að þetta væntanlega eitthvað sem í fullri vinnslu. En vel að merkja það voru nú hægri menn sem náðu völdum þar og þetta nú kannski eitthvað sem þyrnir þeirra augum, en látum nú bíða og sjá hver framsetur. En ég vil eins og segi bjóða okkur velkomin til þáttarins. Ég heiti Guðmundur Hrafn og meðlimur stjórnar í Samtaka leigjenda á Íslandi og ég ætla að vera með ykkur hérna á hverju þriðjudagskvöldi klukkan 9 á næstu misseri og fjöllum hér leigjendamál út frá víðu sjónarhorni. Nú, við ætlum að byrja þáttinn á því að tala við Jón Rúnar Sveinsson sem mikilsvirtur fræðimaður á sviði húsnæðismála og hefur komið víða við. Hann hefur rannsakað íslenskan húsnæðismarkað í tæp 50 ár og var einn af stofnendum Búseta. Hann kominn hérna til okkar á línuna og við ætlum að ræða aðeins. Og Jón Rúnar hérna kominn til okkar og við ætlum að ræða við hann þessi mál sem ég nefndi hérna framan. Sæll og blessaður Jón og vertu velkomin í þáttinn Leigjandinn. Þetta fyrsti þátturinn af þessum þætti sem verður á dagskrá hverju þriðjudagskvöldi og núna í upphafi á þessa vegferðar okkar þá þykir okkur við hæfi að fá svona sögulegt samhengi á íslenskum leigumarkaði og ég hef lesið greinar eftir þig og sé kynningar og ég veit að þú hefur rannsakað íslenskan húsnæðismarkað áratugaskeið. Hvernig þróast íslenskur leigumarkaður og hvenær byrjar hann að þróast? Já, þannig að þetta hefst allt með bæjarmynduninni bara svona seinni hluta 19. aldar
ekki stóri staði til að byrja með, Reykjavík alltaf stærst og svo koma nokkru svona staði til viðbótar svona þokkalega stærðir á stórir á íslenska mælikvarða, Ísafjörður, Hafnarfjörður, Seyðisfjörður, Akureyri, þetta er aðalbæinn til að byrja með og sko stór hluti fólks leigir hjá öðrum, það er svona meginregla, það eru ákveðnir svona frekar stöndur aðeins sem að geta byggt hús og það voru ekki fjölbýlishús, þetta minni hús og fólk leigði þá kjallaraíbúðir, ríksíbúðir og svona og síðan Hagstofan stofnuð 1914 og hún lætur gera fyrsta svona manntalið 1920 og þá eru meira en helmingur fólks í þéttbýli sem eru leigjendur. Ég held ég minna rétt að séu 62% og í stærri bæjunum hlutfallið nokkuð hátt, mun hærra í raun og veru. Í minni bæjum það lægra, mjög gott, vel sundugrænt í þessum andalur 1920 og maður getur séð svona minni bæi eins og minni svona þorp, skulle ég segja, svo Snæfellsnesi, Stykkishólms, Ólafsvík, þar meiri hlutin íbúanna eigendur. En svona í það sem að þéttbýlið meira, þar er frekar leigjendur. Ef þú ferðist út til landsteinana, borg eins og London, það 90% leigjendur. Og það leigumarkaðurinn alveg ríkjandi búsetuform hjá meginhluta þjóða út í Evrópu. Og hvernig var þá eignarhaldið á þessum, eins og til dæmis sem þú nefna London, er þetta allt í einkaeigu eða eiga sveitarfélögin og ríkin? Sko þarna, í upphafi þetta náttúrulega mjög mikið einhvers konar einkaaðilar og það nú hérna talað bara svona, einhverju leyti þetta svona leiguhágallar og það sem ensku heitir slum landlords svona, það ekki alltaf fallegir sumir þeirra. En svo voru líka svona sumir atvinnurekendur stóðu sig betur en það reynda mjög algengt sko að fólk leigir hjá atvinnurekendum sem náttúrulega dálítið tvíeggja sko. Háður þeim aðalega bæði húsnæðið og vinnuna þeirna sko. En sumir atvinnurekendur erlendis þeir voru svona svolítið velferðari hugsun og það til dæmis talaði hérna kvekara í Englandi, þeir höfðu sína trúarhugmyndir og í því fólst að fara kannski ekki alltaf illa með starfsfólki og leigjendurna. William Lever sem upprunni seinna Unilever hringsins, hann var með svona stefnu. Cadbury súkkulaði fyrirtæki, þeir byggðu fyrir starfsfólki. Svo mætti lengi telja, þannig að það líka, að sveitarfélög, borgir fara að gera eitthvað, það raunverulega bara eftir aldamótin 1900. Kannski stóra áfanginn, svo ég tala aftur England, ég svolítið var að kynna mér það, og fyrir utan Norðurlandi, að hreinlega þegar hermennirnir komu heim úr skotgröfunum 1918 og byltingin í Rússlandi 1917 og menn bara dauðhræddir að það verið bylting í Englandi líka, þeir þorðu ekki að taka við Rússakeisara, hann var nú náfrændi Bretakonungs, þeir þorðu ekki að taka við honum og það eru víða leiguverkföll á þessum tíma og tölulegur harka í þessari baráttu og þá fer fyrsta breska projektið í gang að byggja semst leiguíbúðir, þá byggjaði mikið af þessu litlu terraced houses sem að seinni tíð þótt mjög góðar byggingar. Þetta verið að byggja og það beinlínis talað tvo hluti, homes fit for heroes, heimili fyrir hetjurnar á stríðunum og þetta bulwark against Bolshevism. Bolshevism breiðist ekki út í Englandi. Já, en þarna rauninni bein áhrif, sem svo segir, sko, frá byltingunni í Rússlandi og samtakamætti öræfanna þar. Þeir vildu alls ekki að þessi stemning myndi skapast í Englandi og þess vegna brugðust svona stjórnvöld og fjármagnseigendur við. Já.
Ég veit að ég bjó í Danmörku nokkur ára skeið og þar mitt voru svona fyrirtæki eins og Carlsberg sem var byggð utan sitt starfsfólk, bara heilt hverfi. Jú, til dæmis hérna skipasmiðurinn, búrmeistari og væn og svona, já, þetta var þó nokkuð algengt, sko. En hverjir voru svona leigjendur á Íslandi í upphafi aldarinnar þegar svona þessar bæjar- og borgarmenningar myndast? Er þetta farandverkafólk? Er þetta einstæðingar? Er þetta sjómenn? Maður svona kannski oft lesi í sögunum svona fólk sem að er svona dagvinnu fólk það býr í leiguhúsnæði upp á lofti hjá einhverjum og í einhverjum svona sambýli með öðrum, jafnvel inn á gistiheimilum. Það leigi bara, eins og segja, það stór hluti fólks, meiri hluti íbúinir Reykjavík eru leigjendur. Allan þegar þetta manntal gert 1920 og ég held að það hafi verið að fer einhver 30-40 ára aftur í tíma þegar Reykjavík að byrja að myndast þá er meiri hlutin leigjendur. Jú, það var hérna talað hérna á 1900 þurrabúðafólk sem bjó svona, já, sem sagt í einhverjum svona moldarkumböldum bara hér og þar, sko. Það til Benedikt Gröndal, hérna, rithöfundur og teiknari og hérna Seni á 1900-öldinni, þegar hann orðinn gamall árið 1900 þá skrifaði hann alltaf góða lýsingu á Reykjavík, á húsum og lífinu, sko. Og nefnir meðal annars hérna Skuggahverfi, þar var kumbaldi við þar sem hét Skuggi og hverfið kennt við það. Já, þannig hann lýsir þessu þá. Verður til einhver svona menning, leigjenda menning, eru leigjendur skilgreinaðir sem á þessum tíma sem einhvern þjóðfélagshóp eða eru þetta fólk sem fyrst og fremst alltaf bara að hugsa að hafa vonið sér á að svelti ekki hungri hreinlega? Hafi fólk eitthvað svona sérstakann fókus á húsnæði? Húsnæði er hreinlega vandamál fyrir mjög marga. Það sem getur kallað alþýða, hún býr í leiguhúsnæði, hún er ekki efna á að kaupa sér. Það er svona, kannski þeir svona efnaðri sem að geta farið út í það. Nú, lánastarfsemi byrjar, veðdeild Landsbankans stofnuð árið 1900 og hún fer að lána sem til fasteigna og það fer fyrsti áratugurinn fram til 1910 þá töluverður uppgangur hér í Reykjavík og fjölgar mjög mikið, veðdeildin verið í gang og þá eru svona miðstéttarfólk og standarafólk sem getur tekið lán til að byggja hús og svo kannski leigja það hinir hjá þeim. Svo kemur alltaf fyrra stríðið, þá verður algjör mikil húsnæðiskreppa, þá ekki hægt að byggja, fólk streymir svolítið í bæinn og það erfitt með aðfeng erlendis frá. Þá koma fyrstu húsaleigulögin árið 1917. Nú hérna. Og eru þau til þess að bregðast við þessum aðstæðum sem voru að myndast í þéttbýli? Þetta er svona neyðarlög, þá er heimilt að taka húseignarnám og svona og það er nú hér Knúð Simsen, það var þá borgarstjóri, nota bene Reykjavík, það var alltaf að tala Reykjavík bæ en menn tala alltaf borgarstjóri og hann beitti sér, ég held að hann hafi nú ekki verið mikill hérna sósíalisti en hann beitti sér fyrir setningu þessara fyrstu húsaleigulaga sem giltu eingöngu í Reykjavík. Nú og þau miðuðu að því og þau heimiluðu til að mynda eignarnám á húsnæði til þess að koma þá í félagslega. Ég man ekki nákvæmlega hvernig þessi lög eru, sko, það er svona, já, þau eru held ég að reyna sem bara taka húsnæðið ef á þurfa að halda. Seinna stríðinu voru sett ennþá harðari, þá var þetta mun verra og þá voru húsaleigulögin og húsaleigulögin mjög sterk. Ég langar að segja frá því að þegar ég byrjaði minn feril í þessu að valdi mér verkefni skoða stöðu leigjenda í Reykjavík 1974, sest niður í Borgarskjalasafninu fyrir að fæ skjalapakka og það er svolítið gaman að sjá, ég finn í skjalapakkanum mótmælaskjal
gegn setningu húsalagana. Og hverjir skrifa undir það? Jú, það er fullt af leigjendunum sem skrifar undir mótmæli við húsaleigulögunum. Og maður getur ímyndað sér hvernig það hafi verið. Það er eigendurnir eru efst á blaðinu, svo er allir leigjendurnir líka að skrifa mótmælum það gegn lögunum. Getur svo aðeins ímyndað sér hvernig það hefur gengið fyrir sig. Já, einmitt. Og þarna hafa þeir náttúrulega verið uggandi bara sem hag og verið svolítið svona... Þetta er plagg frá 1920 eitthvað svolítið sem er rúm 100 ár síðan. Já, þetta er svona sýnir þetta valda ójafnvægi sem að leigjendur hafa þurft að búa við og byggja við þarna og í rauninni búa svolítið við ennþá í dag að mörgu leyti. Mikil okkur. Já, þú, eins og segir, þú hefur verið að rannsaka og tala og fjalla húsnæðismarkaðinn frá því að í upphafi 8. áratugarins og hefur fylgst eftir þessum stóru breytingum. Er eitthvað stóra breytingar sem að gerast þarna eftir seinna stríð og fram undir 1970 sem hafa einhver afgerandi áhrif á stöðu leigjenda? Við náttúrulega vitum verkefni, uppbyggingunni Breiðholti. Kemur hún til út af kröfu leigjenda til dæmis? Já, sko, í rauninni verður eins og nú vel kunnugt að þessi séreignarstefna, sjálfseignarstefna, hún verður raunilega ari ofan á og þú sér það nú, sko, verkamannabústaðirnir fyrir þeir farast á sínu tíma að það er alveg sérst, þetta verkamannabústað hugtak er bara lánað frá Dönum og Svíum, bæði búlegur var talað þar og þar voru alltaf leiguíbúðir, en hérna þetta raunin kemur aldrei andi greina en að þessar félagslegu íbúðir séu leiguíbúðir, sko. Þannig að við erum með mikla sérstöðu hvað þetta varðar. Já, þannig að sko félagslegt húsnæði verður alltaf strax bara svona krafum það sé eignarhúsnæði þá? Já, sko, þetta í rauninu var aldrei neitt sérstaklega mikil umræða þetta, sko. Reyndar er svolítið gaman að ef þú skoðar það svolítið nánar í kjölunni, til dæmis tekur það fyrstu verkamannabústaðar íbúðirnar í Hringbrautina, að þá var þetta þannig að fólk kom á skrifstofu félagsins og borgaði ákveðið mánaðargjald. Það var samt að eignast íbúðina, og það var sem sagt félag þannig að það og félags og reglur umgengd, það virkaði í rauninni dálítið eins og menn var að borga leigu, en voru samt sem aðra að eignast þetta. Þannig að þetta var svona eins og hálfgeitt svona samvinnufélag þar sem að menn byggu í sambýli við aðra og þurfti að lúta svona eins og segja svona ákveðinu sameiginlegu reglum sem að giltu þetta. Það voru samvinnufélög, sem þegar Héðinn Valdimarsson kemur með þessi frumvörpum, þá Framsóknarflokkurinn einni ríkisstjórn en Alþýðuflokkurinn ver þá stjórnfalli og Alþýðuflokkurinn og Héðinn Valdimarsson kemur með frumvarpið. Meðferð þingsins breytist, þá eru Framsóknarmennirnir að þessi félög voru í byrjun að forminu til samvinnufélög. En það virðist það algjör blokkering gegn sem sagt leiguíbúðum. Það eru byggðar leiguíbúðir Bjarnarborgin er kannski einu undantekning, það er svona stórt fjölbýlishús sem að Reykjavíkurborg eignast og er kannski með fyrstu félagslegum íbúðum borgarinnar. En síðan eru menn í þess að byggja einhvers konar neyðarhúsnæði og það voru þessir pólar sem voru byggðir sem voru svona neyðarhúsnæði, mjög lélegar byggingar. Já, með moldargólfum hérna í Borgartúninu og Sætúninu þar? Hvort það var moldargólfið, en þetta var salernið út í garðinum og svona, og þetta var mjög illa þokkað húsnæði. Men þetta heldur alveg áfram í seinna stríðinu, þá byrja menn líka á því að byggja svona bráðabirgðahúsnæði við Höfðaborg. Reykjavíkurborg gerir það og síðan held ég að það sé alveg óhætt að tengja það að í sveitarstjórnarkosningunum, bæjarstjórnarkosningunum 1942 þá er Sjálfstæðisflokkurinn nærri því að missa meirihlutann og mér finnst ekkert ótrúlegt að það haft áhrif á stefnubreytingu því að
þá kemur fyrsta raunverulega svona stóra leiguíbúða framkvæmd Reykjavíkurborgar að þeir byggja töluvert mikið af húsnæði við Skúlagötu, reyndar held ég sú gata heiti nú Bríetatún, og þá byggir Reykjavíkurborg eitthvað 50 íbúðir. Og svo, þannig að þá fara framkvæmd Reykjavíkurborgar svolítið í gang. En samt sem áður neyðarlausnamálið ennþá mjög sterkt, því að næst koma braggarnir. Þegar herinn fer, þá far borgin, Reykjavíkurbær eins og hét þá, og húsaleiguna nefnd að ráðstafa braggunum til nauðþurfandi, og við vitum hvernig sú saga er. Já, þannig að það verður engin samfella, nú ertu að tala hérna neyðarlög sem eru sett 1917 og svo sett aftur lög hérna seinna stríð. Þetta eru svona neyðarlausnir sem að fá þá enga svona samfellu eða hafa ekkert langvarandi áhrif á stefnu sveitarfélagsins í húsnæðismálum. Nei, þetta vist mörgulegt bara vöntun og stefnu. Síðan fer þetta nú að eitthvað svona að hreyfast, til dæmis nýsköpunarstjórnin 1944-47, að þá kemur nú heildarlöggjöf húsnæðismál, verkamannabústaði, og það verið að byggja svona talsvert af verkamannabústaðum öll þessi ár, og það eins og við vitum eignaríbúðir. Nú síðan farið að 1952 þá kemur svona átak innan sjálfseignarrammans, það að segja smáíbúðahverfi í Reykjavík. Það ansi mikið, það hleypur á einhverju 1000 einingum, það eru einbýlishús, lítil einbýlishús sem byggð í smáíbúðahverfinu sem að þekki nú vel í dag. Það eru framkvæmd þar sem að fólk byggir sjálf. Það gerir alltaf mikið sjálf, sko. Það koma arkitektar með teikningar og þetta ákveðið skipulagt, en fólk leggur líka fram vinnu sjálft. Og byggingarsamfélögin voru líka alltaf starfandi. Það enga íbúð, þar sem að menn leggja fram töluvert mikla vinnu sjálf. Og nú síðan þessi smáíbúðanefnd að hún þróast, og upp úr henni verður svo til húsnæðismálastjórn og síðan húsnæðismálastofnun, og síðan fer það batteri í gang að lána sér almenningi til hérna byggja eigin húsnæði. Reykjavíkurborg, hún hins vegar fær ekkert voða mikið út úr þessu frá ríkinu, þannig að 1957 held ég minnir rétt, þá var stofnað sérstakur byggingarsjóður Reykjavíkurborgar sem í því semst að byggja leiguíbúðir, beinlínis með kannski þeim fyrsta tilgangi að útrýma braggahúsnæðum. Og á þessum tíma Gunnar Thoroddsen borgarstjóri og svo síðan Geir Hallgrímsson, og að mörgu leyti þrátt fyrir þetta sem Sjálfstæðisflokkurinn, þá þeir að reka svolítið félagslega húsnæðisstefnu. Ef við horfum til útlanda, þá á þessum tíma mjög mikla svona almennar byggingar í löndum eins og Frakklandi og íhaldsstjórnin í Bretlandi 1951. Churchill vinnur þá kosningarnar, hann hafði tapað 1945, 1951 vinnur Churchill þingkosningar, verður forstjóri aftur, meðan annars út af það að lofa mjög mikil uppbyggingu á leiguíbúðum sveitarfélaganna. Meira segja Spáni hjá Franco, það mjög mikið byggt af húsnæði. Þannig að þarna ákveðin svona eining bara yfir pólitíska spektrumið í svona félagslegar íbúðabyggingar. Og náttúrulega menn taka inn þessa stórvirku vinnuvélar líka, sko. Sér það hérna þegar Breiðholtsbrjóti kemur og menn koma með hérna krana sem rennur eftir teinum, sko, byggja stórt. Já, þannig að þessum tíma þá var þetta ekkert endilega bara málefni þeirra sem voru á vinstrivægnum að berjast fyrir húsnæði meira og betra og hagkvæmara húsnæði fyrir verkafólk. Það var líka á forræði
hægri aflana eins og Sjálfstæðisflokksins og þeirra Churchill og Franco, þeir börðust fyrir þessu líka. Ég les hérna einmitt kynningu sem þú hefur kynntir hérna á þingi þar sem að Gunnar Thoroddsen einmitt borgarstjóri Reykjavíkurborgar talar að vilja styðja félagsbyggingar, samvinnubyggingar og verkamannabústaði. Nákvæmlega. Nú það kannski var þetta allt saman óttinu við byltingu og að sumir sneiðir segja að það sé verkafólk á Vesturlanda sem hefur grætt með þetta rússnesku byltingunni. Það allavega dálítið samlíkjandi tímasetninga eftir hrun Sovétríkjanna þá rauðist nýfrjálshyggjan fram hér á Vesturlöndum. Já, akkurat. Já, það er alveg rétt. Þetta ákveðna hlutir sem haldast í hendur. En já, svo náttúrulega eins og segi þá þú ferð að rannsaka þetta upp á 1970 og hefur svona lifað og hræst í þessu bæði innan opinbera geirans og í fræðimannasamfélaginu. Er eitthvað sem að svona stendur upp úr varðandi það sem hefur gerst síðustu tæp 50 árin sem þú hefur fylgst með og verið þátttakandi? Þú varst náttúrulega sjálfur í stjórn leigjendasamtakanna sem voru stofnuð 1978. Segðu mér frá aðdragandanum að stofnun þessara leigjendasamtaka og hvað störfuðu þið lengi og hvað áhrif höfðu þið? Sko ég var nú reyndar starfandi við nám á þeim árum í Lundi í Svíþjóð en sem var þar að vinna dálítið mikið í húsnæðisrannsóknum. Ég tók þátt í að rannsaka einbýlishúsakúltúrinn sem kom upp í Svíþjóð var í verkefnum tengdum því en ég fylgdist með stofnun leigjendasamtakanna og var með sér dálítið í sambandi við Jón Ásgeir Jón Ársæll Sigurðsson sem að blaðamaður á Þjóðviljanum og var virkur í þessu og Jón Kjartansson frá Pálmholti rithöfundur var líka hann var nú formaður leigjendasamtakanna og ársökin var einfaldlega kannski þetta erfitt ástand, mikil verðbólga og erfiður leigumarkaður, hann reynir alltaf verið það og þau komu upp á þessum tíma en það hefði verið starfandi leigjendasamtök sem voru stofnuð 1948 og störfuðu mikið á því tímabili og mér tókst einhvern tímann að finna það með því að leita á tímarit.is að 1932 eða eitthvað slíkt þá voru líka stofnuð leigjendasamtök en þau hafa tilhneigingu hér til að lognast út af öfugt við það sem hefur verið að gerast hinu Norðurlöndunum. En sko leigjendasamtökin komin til 78 og þau er það heppin að það er breyting í stjórnarfarinu og vinstriflokkarnir eru í stjórn. Alþýðuflokksmaðurinn Magnús H. Magnússon er félagsmálaráðherra og leigjendasamtökin fara strax í að vinna við það að fá það strax fram að það séu sett húsaleigulög sem er náttúrulega skýrir nú að því að það voru engin húsaleigulög í gildi, húsaleigulögin frá seinni heimsstyrjöldinni að öll fallið úr gildi. Þannig að það giltu kannski svona ákveðnar réttarreglur sem lögfræðingar kunna betri skila á en gildum kaup og sölu og vörum og svona en engin sérstök lög húsaleigum. Þau komu þarna síðan samþykkt 1979, mjög góð vinna í því og þar kemur nú helsti nestor íslenskra lögfræðinga, Ragnar Aðalsteinsson við sögu og síðan þegar ég kem heim frá Svíþjóð 1981 þá 1982 þá sumarið þá svona ég ætlaði nú fyrst og fremst að vera fræðimaður og halda mig frá þessu en svona ákveðin röð tilvíðan veldur því ég var fyrir stjórn leigjendasamtakanna og var svona svolítið upphæfa því að þar var farið að stofna að leigjendur var ekki bara í leigjendabaráttunni heldur myndi stofna byggingafélag og úr því stofnaði þá þróaðist í húsnæðissamvinnufélagið Búseti sem er náttúrulega sérstakur kapítuli, það er svona sumu leyti leið og sumu leyti eign. Ég bý núna
ég núna í búseta íbúð og líta eiginlega á mig sem einhvers konar leiðanda. Já, nú þetta að tala að þegar Leigjendasamtökin er stofnuð 1978 þá engin húsaleigu löggjöf og það verður þá svona helsta baráttumál Leigjendasamtökanna, það að koma því fyrir að stjórnvöld taki það alvarlega að þurfi að setja sérstaklega löggjöf leigumarkaðinn. Ykkur verður ágengt, var ykkur tekið vel, fenguð þið meðbyrgð í fjölmiðlum, fenguð þið svona, gáttu þið vakið athygli á eitthvað málstað? Það gekk nú svona upp og ofan. Það var kannski, þegar vorum að vinna við stofnun búseta og svona, þá fengum við nú reyndar hrós frá þeim sem aðstæðum okkur, við værum duglega að koma ykkur í fjölmiðla. En ég starfaði nú lengi með Jóni Ednum Kjartansinni frá Pálmholti, sem var mjög einarður baráttumaður og hann var líka með orðheppinn, eins og kannski sæmi skáldi og einhvern tíma þegar hann var að reyna að koma Leigjendasamtökunum framfæri í sjónvarpi, ég man ekki hvort að talaði Ómar Ragnarsson eða hvernig það var og þá sagði hann það að það var líklega eina leiðin fyrir Leigjendasamtökin að koma til sjónvarpi eða efna til leigendarallís, þá myndi það örugglega koma til sjónvarpi. En segðu mér, nú stofnið þið búseta upp úr þessu samstarfi ykkar og þeim meðbyr sem þið hlutuð og svona ykkar anda og takið svolítið málinn í ykkar eigin hendur. Búseti verður til á þessum tíma, einhvern tíman ekki bara rétt fyrir 90. Ja, stofnar 83 sko. Já, og hvenær verða fyrstu húsnæði? Það var svolítið ströggla að fá réttindi viðurkennd og allt það sko, þannig að fyrsta húsið tekið í notkun 1988. Já, tók 5 ár, það var 5 ára strax, getum við sagt. Já, en fenguð þið mætt væntanlega töluvert svona andstöðu við að fara að gera þetta sjálf og segja ykkur framhjá því að þurfa að kalla til fjárfesta og verktaka og svona sem það væntanlega þurft að gera einhver leyti, en þarna hafið þið fundið fyrir ákveðin svona andstöðu í þessu? Já, það var, við vorum ekkert alltaf vel séð alltaf, en við fengum líka tölvöld mikið stuðning, sko. Það var þó nokkuð mikill stuðningur innan, tengdum okkur svolítið við gamlu samvinnuhreyfinguna. Ég verð nú að nefna félaga minn þarna Reyni Ingibjartsson, sem var fyrsti framkvæmdastjóri búseta og maður sem hefur stofnað líklega fleiri félög heldur en nokkur annar maður á landinu myndi ég halda, mikill félagsmálamaður. Hann er uppalinn í samvinnuhreyfingunni og svona ég held að búseta hefði nú aldrei náð þessu flugi sem hann gerði án Reyni, sko. Og við höfðum svona tölur velvilja hjá framsóknarmönnum og vinstrihreyfingunni, en það sem kom mér nú tölvöld ekki óvart og svona var svolítið svona svolítið högg fyrir manna að verkalýðshreyfingin snerist að miklu leyti gegn okkur, sko. Og það er sérstakt. Verkalýðsforystan, sko, við kannski fórum svolítið harkalega fram og gerðum kröfum það að við fengjum lán úr byggingarsvæði verkamanna sem að kannski þeir töldu réttilega segja rétt yfir á því við. Okkar hugmyndir voru kannski það að það ætti að vera svona einhver almenn félagsleg lán og ekkert endilega bara bundið við verkamenn og allt það, við töldum okkur að vera með þarna með kannski nýrri hugsunarhátt en sumir í verkalýðshreyfingunni voru til með að styðja okkur en til dæmis maður eins og Guðmundur J. Guðmundsson, hann var ekkert alltaf hressa að við værum að sækja í þetta. Hann var alþingismaður á þessum tíma. Já, en þarna náttúrulega fáum við ákveðna mynd af því hvernig framganga leigjendafélagi getur orðið. Við komumst í mér ekki lengra með þetta núna, en það er til þess að fá spjall við þig aftur, Jón Rúnar, sérstaklega varðar svona þetta nýjara samhengi og ég verði að fara á þess leit við þig að fá að ræða við þig svona samhengi frá 1990 og til dagsins í dag, hvernig þú lítur á það, en við erum því með svona að renna tíma með viðtalið akkurat núna, en ég eins og segja, þetta er mjög merkileg saga og sem endar þarna á þessu tímapunkti í því að það er stofnað Leigjendasamtök og þeir verður ágengt og taka svolítið málið sína einu hendur og stofna byggingafélag sem
mjög sterkur leikur mörgu leyti, en Jón Rúnar þakkaði kærlega fyrir að vera með okkur og ég bara hlakka til að sjá þig sem fyrst aftur. Ég bara svo skátarnir alltaf reiðbúin. Já, sæl aftur, hún komin til okkar, hún Annika Wolberg, hún aðalritari Alþjóðasamtaka leigjenda og við ætlum að ræða við hana baráttumál leigjenda í víðsvegar í heiminum og við byrjum að því að ég vil segja ykkur það að þetta viðtal verður á ensku og ég mun draga það saman hérna í lokin hvað við höfum spjallað Ég vona samt að svona grunnskóla enskan ykkar nægi til þess að skilja meginpartin í viðtalinu. En ég ætla að bjóða velkomin Annika Wolberg, welcome and thank you so much for joining us on this program. Can you please tell us a little bit about yourself and the union that you represent? Okay, so the International Union of Tenants was founded in 1926 and it's a private, non-governmental and not-for-profit umbrella organization for tenants association throughout the world. Our purpose is to safeguard tenants' interests and promoting affordable and decent rental housing across the world. We have members in 51 countries currently, 74 national and local tenants association, and that's both in developed and Western countries, developing. We have offices in Stockholm and in Brussels, and I'm in Stockholm currently. We consider housing as one of the fundamental rights, which needs to be addressed not only locally, but nationally and internationally also. Adequate housing is also one of the safeguards for peace and security. I've been with IUT for about 4 years. Previously to that, I worked for other types of membership organizations and also in housing finance. So for the last 2 years, we've obviously worked digitally a lot, but we hope to be able to meet before very long. Yeah, so the International Union of Tenants is established in 1926. There have been, of course, there was a consensus back then that we need to secure housing. We talked to a scholar, an academic here previously in the program, where he talked about the situation after the First World War, the terrible housing conditions around in Europe, where governments were trying to take measures to prevent revolutions within the peasants that were struggling on the housing markets. So this must have been something that led to the establishment of the International Housing Union, the International Union of Tenants. So tell me, is there still this sense of union, solidarity, and collaboration between the founding members and also the members that are already part of the International Union of Tenants? Very much so. In 1926, when we started, there were 13 tenant organizations from Germany, Czech Republic, Hungary, Switzerland, Denmark, Sweden, England, France, Italy, Romania, Croatia, and Yugoslavia, and Austria. And all those are members still. And I think the struggles are pretty much the same. The Secretary General position has been in Sweden since 1956, and we opened the Brussels office to work towards the EU because there's a lot of solidarity between the different EU countries. Although we have different laws and different conditions, a lot of the struggles are the same in our countries, and we help each other. So in your daily work in the Brussels office is to meet with European politicians when they arrive in Brussels to speak about housing policies. Yes, and also to drive lobbying towards the European Parliament. And they actually come knocking on our door now because they have a lot of working groups, because I think the EU has realized that housing has become a burning issue, particularly during the pandemic, when housing has been very, very important for health as well, that because of all the homeless people who obviously can't self-isolate.
So the EU has actually come knocking on our door, asking us to be part of the working groups on housing and on architecture and on how governments should build more housing and best practice examples. So it seems too that the COVID pandemic has brought to the surface an underlying situation that, of course, all the people on the tenant market have experienced throughout the years, but it brought it to the surface because of practical infrastructure that was needed to cope with the pandemic. It's brought it to the surface, into the focus. That's very true, and that there have actually been some good things that have come out of this terrible pandemic as well, in that a lot of governments have placed moratoriums on evictions for a short or for a longer period of time. All right. You say that there is a strong collaboration between the members of the International Union of Tenants. Have you, in your work, experienced some kind of universal struggle of tenants? What are the topics that the different tenant unions in different countries, regions, continents are struggling for? Are the topics the same? It's affordable rents, decent housing, good housing, heating, general facilities, not to be evicted. Also urbanization, in that so many people now are working in cities. They're not self-sufficient anymore. So therefore housing, key workers have a problem everywhere now, because it appears that housing in the big cities is only for the rich. It's only the rich that can afford them. So that is happening everywhere. And the prices of land prices are not affordable for the average person. Yeah, so there are many factors, mechanisms that drive up the prices of real estate. But the dangerous thing is, as you're mentioning, is the homogeneous society it creates, with only high-income people occupying these vibrant cities. We have examples, for example, because we are talking about this thing. I remember just recently reading about the tenants uprising in Seattle in the United States, where the city of Seattle had been this vibrant cultural place for decades, but now this has stopped to exist because of the homogeneous population in the city of Seattle due to high rent. Yeah, that's happening in a lot of cities. In that housing is no longer a fundamental right. It's become a commodity that gets traded, a bit like gold, yeah. Yeah, so this is of course the International Union of Tenants opposes the idea that housing is a commodity, is a consumer product. Yes, absolutely. It's the basic right of people. Yeah, yes, yeah. And I'm very keen to know about like what kind of platform is there? A platform that the International Union of Tenants provides or creates? Can it create a link? Does it create a link between tenant unions, or, for example, on a European level? Is there any collaboration on, for example, of working towards reference guided on how we measure or calculate a fair rental price? Because we are in the middle of this conversation here in Iceland, where we are trying to figure out a way, what are the parameters that we use when we decide what is a fair rent. Yeah. Is there any such debate going on within your union and the other tenants? We have a lot of discussions about this, and we're exchanging best practice through publications and through with the help of academics who there's a study going on at the moment called Housing 2030, to which we have contributed, and many other countries as well. For example, Germany have something called a Mietspiegel, where they compare rents for different types of properties. Sweden has a similar system. I'm not an expert on all of them, but certainly on our website, it.nu, you can find reports from a lot of different countries. We have a world conference every third year, where we have presentations and discussions between the different members.
So yeah, there's a lot of collaboration going on. Okay, that is really good to hear. We are, of course, a newly re-established tenant organization, and we are working on taking our place in the local debate, and of course look forward to working with you and the other tenants associations in Europe. One thing I wanted to ask you was, have you witnessed or felt there is a decrease in tenant rights? I will say that in several countries that we look towards as model countries, Sweden, Norway, Germany, Austria, have you seen trends that these very culturally established systems are under threat? To a certain extent, yes, but because of the, I mean, after all, it's the governments that make the policy, and that's not something that we can influence. And depending on if you have a right-wing or a left-wing government, they obviously have their different types of policies. If you look at the UK, that have been sort of fairly right-wing for a while, the goal there is to own your property, not to rent it. And therefore, a lot of the social housing has disappeared there. And I think... So the tenants, the kind of the lesson we learn from that is the tenants must be aware at all time, even though there's great achievements. Yeah, and work together. I think that's the answer, and continue to push for the lawmakers and the politicians to make sensible laws and regulations. Yes, because every country that passes a law that improves the environment and the situation for tenants is a role model or Absolutely. an example for others to follow. Absolutely. So every local victory can be something that others might demand. So that's right. That is very important. Yes. So because we mentioned several countries that are role models for us, we speak a lot about Sweden, of course. You yourself from Sweden. Can you tell us, we are going to study the Swedish Hyresgästförening in a later episode, but can you tell us a little bit about how is the tenant association, or how is the environment for tenants in Sweden? It's, I mean, the association has been established for just about 100 years in Sweden, and it's very strong. And it's the laws in Sweden also means that the association has rights, and there's collective bargaining, for example, for the rents. And the association has 500,000, in excess of 500,000 members. So it's very strong, and it operates at local and national level. We don't have time to go into details about it, but no. So you're saying that the Swedish Tenants Association actually has the mandate to bargain rent towards that's right. And I mean, the government fell on the basis that they wanted to introduce market rents last year, and the Tenants Association ran a very strong campaign against market rents. I mean, that is probably something you want to hear about more in a separate presentation. Yeah, but, so this is just to tell the Icelandic tenants that are watching that how a tenants association can become a great a part of a great infrastructure that protects and creates a better life for tenants. Yes, that's right. In Sweden, as we are following from Sweden. Have you had in your work these 4 years, are there any moments in, for example, because you're working on the European level primarily, I suppose, with an office in Brussels, have you witnessed any great victories or successes that you remember, like from some of the European Tenant Association? I mean, well-run campaigns. It's a long-running campaign, and I mean, it's everything from at local level. What happens? I don't want to sort of
go into any specific details, but certainly the Swedish government fall last year was very much based on a very successful campaign that the Swedish Tenants Association ran. We also helped via the United Nations, where we are quite active with the Special Rapporteur for Housing in the United Nations. We helped the Spanish Barcelona Association, who were about to be sent to prison for protesting against evictions. We helped them via the Special Rapporteur, which was a great success last year. So there's all sorts of examples, really, but it's little steps each year, and yes, so it's a combination of things. Just in my short time being in the board of the Iceland Tenant Union and studying the landscape in Europe, I've seen there are many great campaigns ongoing. I've studied a little bit the case from Barcelona. We are going to study that in a later episode. We are going to talk with people from Barcelona about the situation there. But there are many campaigns ongoing. I've studied what they are doing in Scotland and Ireland at the moment, and we are going to hear more about that later. But Annika, I want to thank you very, very much for being with us today. It's always a pleasure to speak with you, and we will for sure reach out to you in a later episode. Look forward to it. Look forward to thank it. You. And good luck thank with you very the much for establishment of the association. Thank you so much, and we speak later. Thank you very much. Bye-bye. Já, þetta var Annika Wahlberg frá alþjóðlegu samtökum leigjenda. Hún sagði okkur frá starfi þeirra. Hún býr sjálf í Stockholm í Svíþjóð og hefur búin að vera starfandi í samtökunum í síðustu 4 ár. Og þetta eru samtök sem voru stofnuð 1926 af 10 Evrópulöndum sem öll eru þegar félagar, og núna eru 80-70 ríki meðlimir af þessum samtökum sem eru svona regnhlífarsamtök fyrir leigjendasamtök í öðrum löndum og samræma svona starf þeirra og veita þeim aðstoð. Og hún nefndi þarna dæmi aðstoð sem veitt gegn fyrir leigjendasamtökum í Barcelona, þar sem að vegna mótmæla gegn útburði fólks tóku leigjendasamtökin út á göturnar í Barcelona og eðli málsins samkvæmt lýst spænsku stjórnvöldum illa og svoleiðis allt saman og handtóku fólkið, og alþjóðlegu leigjendasamtökin aðstoðu þau með lögfræðiaðstoð við að koma þeim úr fangelsi. Nú, þetta verður ekki lengra sinni þessi þáttur hjá okkur í kvöld. Í næsta þætti ætlum við að fjalla aðeins betur lífið í Barcelona, hvernig fer leigjendur þar. Við ætlum að hafa samband við íslenska leigjendur og fjalla aðeins baráttumál þeirra. Þar voru tiltölulega nýlega samþykkt lög leiguþak eða leigubremsu, og við ætlum að heyra aðeins hvernig það í allt saman í framkvæmd. Við ætlum líka að líta aðeins til Berlín. Þar mikil réttindabarátta leigjenda ennþá líði, þrátt fyrir að Berlín og Þýskaland sé kannski á okkur leigjendum litið sem svona eins konar fyrirmyndaríki. Þá mikið starf óunnið þar og mikið sem þarf að passa upp á þann ávinning sem hefur náðust. En þetta verður ekki lengra sinni. Ég þakka kærlega fyrir samfylgdina og við sjáumst á næsta þriðjudag.